Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Verið velkomin á 27. fund hjá íbúðaráði miðborgar og Hlíða og við erum öll á fjarfundi á þessum fundi og bara leggjum okkur öll fram að gangi vel og við vindum okkur bara beint í fyrsta dagskrárliðinn sem er verkkönnun verkefni í hverfi mitt fyrir bæði miðborg og Hlíðar. Og þau eru komin inn til okkar Marta María Jónsdóttir og Eiríkur Búi Halldórsson, verkefnisstjóri hjá hverfinu mínu. Gjörið svo vel. Sælverið, Marta María heiti ég og er verkefnastjóri hjá Umhverfis- og skipulagssviði og er einn af verkefnastjórum í hverfinu mínu ásamt Eiríki Búa og Braga og svo fagteymin okkar sem er fjölda sérfræðinga sem er á bak við okkur. Þannig að Eiríkur, vilt þú kannski segja nokkur orð? Já, ég held ég að nokkuð sem áður setið fund hérna hjá okkur og kynnt meðal annars hverju mitt og bara gaman að vera komin aftur og fá að kynna verkkönnun fyrir ykkur. Og ég ætla bara að taka við, Eiríkur. Og ég vil ekki henda upp klærunni bara á Jú, gerðu það. aðeins. Þannig að sem sagt, tilgangur núna er að kynna fyrir ykkur aðeins verið í verkkönnunarferli og eru búin að vera í samráðsferli og viljum svona aðeins bara sýna ykkur þannig að þið gerir ykkur grein fyrir að eitthvað af þessu verkefnum er ekki tilbúið og sumt er komið lengra og vísu er ég með aðeins þarna líka varðandi bara líka svona skipulag á einu svæði þannig að bara svona þessi átta ykkur á hverju við erum að velja vist svæði út frá því. En ég byrja þá bara. Þið heyrið alveg í mér, er það ekki? Sjáið þið núna skjáinn hjá mér? Já. Já. Herru, við erum sem sagt að kynna fyrir verkefninu varðandi miðborg og Hlíðar og þetta er sem sagt teiknisett til umræðu til íbúðaráðs. Já. Þetta er sem sagt svona tímalínan. Eiríkur, þú mátt endilega kynna þetta aðeins. Já, ég svona aðeins til að sjá svona myndrænt hvar við erum stödd í ferlinu og hversu langt það er síðan þetta hófst. Hugmyndasöfnun hófst náttúrulega þarna í nóvember 2020 og stóð yfir í 12 vikur til janúar 2021. Síðan erum við búin að fara í gegnum yfirferð hugmynda, uppstillingu kjörseðla sem fóru einmitt fram á vettvangi íbúðaráðanna. Ásamt því eru núna, já, síðan var alltaf frumhönnun og undirbúningur kosninga. Síðan loksins voru kosningarnar í október í fyrra og núna erum við einmitt í undirbúningi framkvæmda og einn liður í undirbúningi framkvæmda er einmitt þessi kynning fyrir íbúðaráðanum sem er hluti af þessum samráðsferli hjá okkur. Þannig að það sem þetta er íbúaverkefni bara og þetta er svona lýðræðisverkefni sem við viljum í raun fara í meira samráð heldur en áður og einmitt kynna bara svona hvar við erum stödd og hvernig þessi íbúakosningaverkefni standa og hvernig þau munu líta út næsta sumar vonandi. Já, síðan eru framkvæmdirnar þarna fyrirhugaðar í maí til september. Já, sumarframkvæmdir dragast aðeins lengur undir september þannig að þetta er svona drauma staða. En þetta er allavega þau verkefni sem voru kosin núna í miðbænum. Það var sem sagt endurbætur á leikvelli í Hljómskálagarðinum, fleiri hjólastæði í miðborginni, útiaðstaða við gömlu spennistöðina, grænt svæði fyrir Frakkastíg, útiæfingatæki ætla ég að segja við Hljómskálagarðinn og betrumbæta grænt svæði við Snorrabraut. Svo var skreytum hús með húsum, bæta lýsingu við Einarsgarð og Hljómskálagarð, Vindheld torg og gamaldags götulýsing í Miðstræti og sérstakir safnkassar fyrir sprautunálar. Þannig að ég ætla núna, ég er sem sagt með kort, þetta er ekki tæmandi kort, þetta er svona sýnir svona það helsta. Þannig að svo fer ég bara betur yfir hvert verkefni fyrir sig. Það sumt er kannski ekki alveg komið, alveg búið að kortleggja. Endurbætur á leikvöllum í Hljómskálagarðinum, þannig að það er allavega verið að skoða það hvernig við getum aðeins lagað það svæði og bætt allavega við, jafnvel einhverju tæki og kannski aðeins svona endurhugsað þetta svæði og af því að þetta svæði er orðið svolítið svona
sprungið eins og við segjum eiginlega. Við erum eiginlega svolítið í miklu vaxtarverki með Hljómskálagarðinn, þannig að það fer kannski smá púður í það aðeins að endurskipuleggja þetta leiksvæði. En þetta er allavega það sem er komið hjá hönnuðunum og ásamt því að við erum með annað verkefni líka varðandi viðburðarflötinn, þannig að við erum bara svona að horfa á þetta allt saman. Og svo er líka verið að vinna ásýnd og skipulagningu fyrir Hljómskálagarðinn, stefnumörkun með skrifstofu umhverfisgæða og Þórólfi. Þannig að þetta þarf einhvern veginn alltaf að púsla þetta saman. Fleiri hjólastaði í miðborginni. Við erum svo sem að horfa bara, þetta eru þeir staðir sem við erum allavega núna búin að þarfagreina. Það er svæði við Snorrabrautina og Hljómskálagarðinum og Ránargötu og geti vel verið að komi fleiri. Útiaðstaða við gömlu spennistöðina. Þarna ætlum við að reyna að gera eitthvað skemmtilegt fyrir unglingana. Við gerðum þetta listaverk á sínum tíma fyrir 2 árum síðan og Sara Reid gerði þetta listaverk. Þannig að það væri mjög gaman að geta gert eitthvað svona torg hér fyrir framan og þannig að þetta verður svona íverustaður og svona þjónar svolítið vel unglingunum okkar. Grænt svæði við Frakkastíg. Þarna erum við aðeins að sópa upp annað verkefni líka. Þannig að við ætlum að gera svolítið bara, þannig að það er eiginlega 2 fyrir 1 hérna. Þannig að við ætlum að reyna að gera almennilegt líka við ætlum að reyna að gera svona íverusvæði með einhvers konar svona happening, stauraskógum og einhvers konar lýsingu og það þarf sennilega grisja og þannig að þetta nýtist svolítið sem grænt svæði í miðborginni. Útiæfingatæki í Hljómskálagarðinum. Þetta er svo sem tillaga frá okkar hönnuðum sem eru með allan garðinn í stefnumörkun og það er svona fyrirhugað að setja salerni hér og styrkja aðkomuna inn í Hljómskálagarðinn hérna frá Sóleyjargötu. Þannig okkur fannst það náttúrulega tilvalið að jafnvel að vera með æfingatækin hér. Það sem er náttúrulega gott aðgengi að vatni og klósetti og annað. Og þannig að þetta er svo sem ekki varanleg staðsetning en einhvers konar á þessum stíg erum við að svona horfa á þetta. Betrumbæta grænt svæði við Snorrabraut og Vindelstorg. Við slaufuðum þessu svolítið saman en þetta snýr að því að gera þetta græna svæði við Snorrabraut svolítið svona vistvænna og grænna þannig að fólk er til í að vera meira þarna og dvelja og auka líka aðgengi, þannig að við ætlum að laga þennan stíg. Þetta er bara gömul hönnun og hér er gömul hellulögn sem þarf að taka þessi gegn til þess að hún sé bara hreinlega fær. Það er fyrirhugað að gera hér torg og svo var önnur hugmynd varðandi Vindelstorg, þannig að það var svo einhvers konar svona bekkur element sem átti að skýla okkur fyrir bæði vind og jafnvel umferðarnið og okkur fannst bara tilvalið að staðsetja einn svoleiðis hér og jafnvel gætum við kannski staðsett annan í miðborginni. Við erum ekki alveg bara, allavega fyrsta hol eru allavega við ætlum að reyna að koma einu þarna. Bæta lýsingu í Einarsgarð og Hljómskálagarð. Hljómskálagarðurinn, það vantar svolítið að laga lýsinguna hér og líka hér og það er svo sem búið að leggja upp með ágætis fallega lýsingu hér í Hljómskálagarðinum, þannig við höldum bara áfram með svona gamaldags lampa þar og þannig stemmingu. Einarsgarður er gamall svona skrúðgarður líka, þannig að það er svona hugmyndin að reyna að ná svona hringflæði í hann út frá þessari stígatengingu hér. Þannig að því að hann er eiginlega í rauninni bara ekkert upplýstur, sko.
gamaldags götuljós í Miðstræti. Það er líka, þannig að þarna er líka verið að breyta svolítið stemmingunni og í þessi gamaldags ljósker. Svo sem ekki komin eitt mikið lengra en það, en lýsingahönnuðirnir okkar eru bara að meta það hvernig við getum staðsett þetta út frá hvernig glíu inn í glugga og annað, skilur, þannig að það þarf að vanda þetta allt saman. Skreytum hús með húsum. Ég er svo sem ekkert mikið að sýna ykkur varðandi það, en við erum búin að vera í samtali við Listasafn Reykjavíkur og borgarhönnuði og það er fyrirhugað að bara vera í finna listamann í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur til þess að velja einhvers konar húsvegg og skreyta hann, gera listaverk í einhvers konar, við erum að tala þá einhvers konar einhvers staðar á þessu svæði. Sérstakir safnkassar fyrir sprautunálar, þetta er náttúrulega mjög sérstakt verkefni og við Eiríkur erum búin að funda með frú Ragnheiði og það var bara mjög áhugavert og mjög þarft verkefni að bara koma þessu upp og við erum mest að horfa á bílastæðahúsin og þá líka svo sem líka var svolítið þetta miðsvæðis. En meira svo sem er þetta ekki komið ekki lengra, sko. Þá erum við komin í Hlíðar. Þau verkefni sem eru kosin þar eru umbætur á grenndarstöðum og útiæfingatæki og útiæfingatæki á Klambartúni, gróðubætur við Miklatún, körfuboltavöllur við Hlíðaskóla og niðurgrafin trampólín við Klambartún, trjágróður meðfram Kringlumýrarbraut, endurbæta leik- og dvalarsvæði við Klambartún, hjólaviðgerðarstandur í hverfinu, fleiri bekki, hjólaviðgerðarstandur, ég er afsakað, ég er óvart með þetta tvisvar, helmingsstæði fyrir rafmagnshjól, ungbarnarólur og stígatengingu fyrir Bólstaðarhlíð og Kringlumýrarbraut og fleiri blóm í hverfinu. Fyrsta verkefni er að við erum búin að vera að vinna svolítið að hugsa svolítið að gera umbætur á grenndarstöðinni við Bólstaðarhlíð. Einnig erum við svo sem líka að horfa á Suðurver, en það er svo sem ekki alveg komið, þannig ég vildi ekki vera sérstaklega að sýna ykkur teikningar af því, en það er líka, þetta þarf að rúmast innan fjármagns. Svo er það útiæfingatæki á Klambartúni. Þið verður að afsaka þetta er eitthvað vitlaust frá ofan. Það er þá hugmyndin að skipta út tækjunum sem er nú þegar hér og setja ný. Þannig að þetta er svo bara á svipuðum stað, sko. Körfuboltavöllur við Hlíðaskóla. Það er hugmyndin að setja nýtt yfirborðsefni og setja nýja körfur á körfuboltavöllinn við Hlíðaskóla og bara skoða hvernig ástandið er á honum. Svo erum við með 2 gróðurverkefni. Þá er trjágróður meðfram Kringlumýrarbraut. Þá er hugmyndin að reyna að þétta svolítið gróðurinn hér á milli Kringlumýrarbrautar og þessa og bæta aðeins við hér, þannig að þetta er svolítið þétta þessu svolítið við göngustíginn. Svo er annað verkefni sem gróðurbætur við Miklabraut sem er verkefni sem hverfastöðin hefur verið svolítið með líka samstarfi við okkur og þá er hugmyndin líka að halda áfram að grisja svolítið hér á milli Miklabrautar og Skaftahlíðar og þannig að þessi belti eru orðin svolítið bæði bara komin sitkalús í það og það þarf að endurnýja þetta, bæta inn í þetta og þetta mun bara taka tíma. Þannig að það er allavega einhvers konar verkefni sem við getum unnið með þeim. Svo er ég grúppaði hér saman bara fullt af verkefnum varðandi Klambartún.
þar sem að Klambrotun hefur náttúrulega verið í svolítið stefnumörkun og þróun hjá okkur og er garður sem er í rauninni eini almennisti garðurinn okkar sem hefur verið bara hannaður frá upphafi og bara Reynir Vilhjálmsson, fyrsti landslagsarkitekt Íslands, hannaði og landslag hefur haldið svolítið utan um þetta verkefni. Þannig að í rauninni öll verkefni sem fara inn á Klambrotún, vísu svo sem úti æfingatækin voru svo sem bara samþykkt hjá hinum ráðgjöfunum af því að þetta var svo sem eiginlega bara endurnýjun á sama stað. En þetta er sem sagt eiginlega fer allt inn á þetta svæði þar sem að leiksvæðið er og svona hugmyndin að stækka leiksvæðið. Þannig að það er sem sagt útigrill á Klömbrum, þannig að við ætlum að reyna að stækka þetta svæði og bæta við grilli og bæta við bekkjum, endurbæta leik- og dvalarsvæðið. Það er svona hugmyndin að stækka leiksvæðið, niðurgræða trampólín og ungbarnarólur. Þannig að þetta svona sleifast allt svolítið svona inn í þetta. Þannig að núverandi leiksvæði er hér, grillsvæðið er hér, þannig að það er svona hugmyndin að reyna aðeins að gera það svona sporöskjulegara, bæta við grilli, bæta við bekkjum og gera það svolítið svona aðeins meira þó sem að þetta eiginlega svæði er eiginlega í rauninni alveg þétt skipað og lítið hægt að gera hér annað en að kannski bara fara í viðhald. En við erum svo sem búin að vera að vinna hér í að stækka leiksvæðið og sem er svo sem í tengslum við þessa hér framkvæmd og Kjarvalsstaði og tengslum við stefnumörkun garðsins. Þannig að trampólín eru þá hér og svona leikelement hér, rólur og ungbarnarólur og svona þetta er svona svolítið meira svona ungbarna og svona meira fyrir kannski yngri kynsluna en samt líka fyrir alla að sjálfsögðu. En þannig að okkur fannst náttúrulega ungbarnarólunar alveg passa náttúrulega bara inn í þetta en auðvitað skoðum við náttúrulega líka aðra staði ef við getum bara bætt við ungbarnarólum og öðrum opnum leiksvæðum, þau bara láta okkur vita. Nú er ég aðeins að fara út fyrir kannski verkefnin en mér fannst bara samt mikilvægt að sýna ykkur þetta af því að eins og segi Klambrotún hefur verið í stefnumörkun og er bara eina garðurinn okkar almennis borgargarðurinn sem er hannaður alveg frá upphafi. Og þetta er sem sagt stefnumörkun sem var unnin áframhaldandi fyrir áramót og þarf að segja þetta leiksvæði þetta er núverandi og þannig að þetta er leiksvæði sem er svona fyrirhugað að reyna að stækka inn í og hverju mitt getur tekið þátt í að uppfylla allavega þessar tvo hringi. Svo er fyrirhugað að gera hér þvílíkt reistirsvæði og tjörn og annað en við erum nýbúin að ljúka við alla þessa framkvæmd sem er hér í kringum Kjarvalsstaði og torgið og annað. Þannig að þetta er svona framtíðarplan og eins og ég segi það er búið að vinna ýmislegt í þessu. Hér sjáið þið líka það eru þá þessir tveir hringir sem eru svolítið svona fókusera á þetta varðandi svona út frá þessu fjármagn sem við höfum. Og þetta á að vera svolítið svona arti, aðeins öðruvísi, auðvitað aðgengi fyrir alla, meira kannski svona pavilón og vantar svolítið ungbarnasvæði og svo er þessi sterka tenging hér á milli torgsins og Kjarvalsstaða og leiksvæðisins og opna svolítið þar á milli. Það er svona hugmyndafræði. Hjólaviðgerðarstandur í hverfinu. Við erum að allavega svona út frá okkar ráðgjöfum og bara það sem við erum búin að svona rýna þá finnst okkur vanta þarna við bústaði og flugvallaveg hjá Hlíðarenda. Þegar þú kemur hér undir og alveg tilvalið að hafa einn hjólaviðgerðarstand þar sem fólk er mikið að fara hér út í Nauthólsvík. Og þeir hafa reynst mjög vel þessi hjólaviðgerðarstandar hjá okkur. Stígatenging við Bólstaðarhlíð og Kringlumýrarbraut. Þetta er svo sem ekkert komið mikið lengra en þetta. Þetta er svona bara að horfa á Óskarstíginn og
Og þetta verður bara malastígur þar sem að þetta ekki stígur samkvæmt skipulagi. Svo það fleiri bekkir í hverfið og almenningsstæði fyrir rafmagnshlaupahjól. Við erum svo sem ekkert alveg búin að kortleggja þetta en við erum svo sem bara komið með lista hvar vantar bekki og það svo sem við munum setja bekki á Klambratún og við munum setja bekki alls staðar í öll þessi verkefni sem við erum að fara að gera. Við erum byrjuð samtal við samgöngudeildina varðandi rafmagnshlaupahjólin og það til dæmis líka var alveg tilvalið að setja þetta við hliðina á þar sem búið að setja bara rafhleðslustöðvar eins og á Klambratún. En þetta svo sem ekki komið mikið lengra. Þannig að það svona bara hugmyndin að búa til pláss fyrir rafmagnshlaupahjólin þannig að þetta svona eitthvað svona nýtt element sem við erum bara að vinna með og þurfum svolítið svona að finna okkur bara hvernig best að útfæra þetta. Svo það fleiri blóm í hverfið. Svona út frá samtali við garðyrkjuna þá erum við svona að spája bara að massa svolítið inn á Klambratún, eitthvað svona fallega krókossa í grasflutina ásamt því að jafnvel að auka kannski blómstandi runna í einhvers staðar í hverfinu. En þetta allavega það sem er komið. Þannig að þessi verkefni þau eru ýmist unnin hjá verktökum eða hjá garðyrkjunni hjá okkur. Ég segi bara takk fyrir. Kærar þakkir. Þetta eru ótrúlega spennandi hlutir sem eru að fara af stað. Er það ekki? Og það væri gaman að geta, eftir þennan fund, þetta aðgengilegt á netinu eða mættu við deila því með bara fundagerð? Það segir Eiríkur, við vorum svo sem það var svo sem alveg ákveðið að við myndum ekki vera mikið að deila þess að því að þetta alltaf svona vinnslustigi. Hönnuðirnir okkar eru svona viðkvæmir fyrir því að við séum eitthvað svona að opinbera þetta því að þetta ekki búið. En þetta allavega aðgengilegt í þessari upptöku. Já, við getum kannski látið ykkur fá eins og kortin með yfirlitinu, sko, þannig að það sýnir aðeins. En samt mín vegna það allt í lagi, skilur, ég meina bara svo lengi sem að þið bara takið tillit eða stendur bara inn í vinnslu og ég meina ég bara rétt byrja að skoða þetta verkefni með hönnuðunum sem eru með stefnumörkun í öllum garðinum, þannig að það bara sum verkefni taka bara aðeins lengri tíma en önnur, þannig að bara svo lengi sem að sé bara alveg skilningur fyrir því, sko, þá bara það alveg, en auðvitað kannski stendur ekki alltaf í vinnslu, ég meina þetta líka í vinnslu. Skoðu þetta kannski bara og Jú, það stendur líka hérna í vinnslu. Sko mín vegna svo sem allt í lagi, en bara svo lengi sem þetta fari ekki bara eitthvað mjög langt. Já. Skoðu þetta endilega. En Diljá, þú varst með spurningu, gjörðu svo vel. Já, ég baði að fá að koma með einu spurningu en svo fékk ég svarið, en þetta var varðandi leiksvæðið á Klambratúni. Já. Og þú sagðir okkur frá því að þetta sem aðgengi fyrir alla. Já. Fyrst kannski með orðið akkurat þetta, þá langar mér samt að hvaða leyti verður þetta með aðgengi fyrir alla? Það eitthvað komið? Þá erum við svo sem alltaf að horfa á yfirborðið og allir komast svæðið og svona sem það svo sem ekki einhver ákveðin tæki fyrir hjólastóla eða eitthvað svoleiðis, ekki nema við ákveðum svo, en það hefur svo sem verið reglan hjá okkur að við erum að reyna að taka út til dæmis öryggismjölina og gera það aðgengilegt og þannig að yfirborðið hefur alltaf þannig að komast að leiksvæðinu, komast að bara dvalarsvæðinu, komast að leiktækjunum, en að sjálfsögðu gætum við alveg endurskoða það ef það einhver mjög sterkur vilji fyrir því að við séum sér tæki til þess að hafa fyrir hjólastóla til dæmis. Við hefum svo sem alveg gert það, sko. Við settum til dæmis í Vesturbæinn eins og bara snúningsgrind fyrir hjólastóla, og það náttúrulega bara fyrir alla, skilur við, líka. Já, bara munum líka að það fleiri heldur en bara fólk sem notar hjólastól. Já. Við og
Ég Já, bara og það svona, er náttúrulega líka varðandi kontrasta, þú veist, já, þú sért, sko, það er hérna kontrastar og það er hérna, þú veist, það er líka unnið mjög mikið með það, leigðarlínur, hérna, þannig að það er alveg, þú veist, allir hönnuðir í landslagshönnunni eru alltaf að reyna að hugsa aðgengi fyrir alla, en einhvern já, veginn að reyna að fara einhvers konar millileið í þessu, einmitt. skilurðu mig? Þannig að, Bara frábært og bara mhm, að heyra þig nefna þetta. já, algjörlega, Takk hérlega. ekkert mál. Sigfús er næstur, ég ætla bara rétt með svona smá framhald. Það er hérna kastalinn sem er á leiksvæðinu núna, hann er að hluta til aðgengilegur fyrir börn í hjólastól til dæmis og með svona ákveðnu svona skynjunarfaktorum, en að þetta á Já, svona, ég held að segja ótrúlega spennandi tækifæri í að hann þetta ekki bara, þú veist, leiksvæðið, ekki bara að leiktækjum heldur hugst að hafa þetta í huga við leiktækin sjálf, að því að markmiðið er allt svona opið og kreatíft og svona, já, nákvæmlega. þá held ég að það væri bara mjög góð lína og þetta er almenningsgarður líka, mikið notaður Já, af krökkum, en þetta til leiksvæði var leikjannámskeiðum. hannað alveg með tillit til aðgengi fyrir alla, en þú veist, eins og Já, segi, það er alltaf spurning hvað á að ganga langt, sko. Þú veist, þannig já. að, Og leiktæki sem þannig að þú veist að ganga tala fyrir alla, kast, þau ertu að eru, tala þennan eða ertu að tala þennan? ég er að tala Þetta eru kastalann, ólíkar. Já, þennan, já. með Hann tveim, ávist að vera aðgengi fyrir alla og ávist að já vera sko, hægt að fara inn í hann. brautin er, það er svona skápbraut inn í hann og Já, svo það er svona rullugrind og svo er svona, getur ítt á einhver svona tæki, en þetta er rauninni bara brautin hann yfir, þú veist, það er svona já, svolítið rautt, já. þannig að þú veist, sá hluti, hinn er ekki aðgengilegur. Þannig að ég myndi hvetja ykkur Þessi til þess að, hérna, já, þessi já, helmingur þarna hægra megin eins og það er á já. myndinni, En en ég myndi yfirleitt, hvetja ykkur til að nálgast þetta út frá, þú veist, ég held að það getur ótrúlega spennandi og bara þessi leikvöldur fengið sérstöð að veri hannaður með alls konar. hann er hannaður út frá því, en auðvitað samt, sko, eins og segja, hann er hannaður til þess að fara hér megin en ekki hér megin, þannig að það er náttúrulega ekki alltaf hægt að hafa, þú veist, hafa beggja megin og mörg tæki eru líka þannig, sko. Já, En hinum megin er svo svona er trappur upp í já, rennibrautina. akkurat. En svo náttúrulega er alltaf, þú veist, þetta er náttúrulega orðið 10 ára gamalt verkefni, þannig að þetta er alltaf í þróun og alltaf í breytingu og alltaf koma betra og betra tæki, þannig að Einmitt, bara það er spennandi nefnilega núna. málið, sko. Já. En Sigfús, þú ert búin að biðja um orðið, gjörðu svo vel. Já, býta aðeins, ég þurfti aðeins að hérna. Ok, þá væntanlega heyrið þið mér, vonandi sjáið þið mér líka. Ok, Já. og við hefum takk fyrir þessa flottu kynningu. Já. Það er alveg bara kannski tveir hlutir og annað kannski svona er á svipuðum takti og Diljá var að spyrja áðan, varðandi þessa Já. jaðarhópa, af því að það er alveg rétt eins og Diljá benti á að það er ekki alveg allir í hjólastól, en við erum bara, Nei. börn og einstaklingar eru á misjöfnum stað og Já. nú til dæmis eru einstaklingar sem eru í svona sérstakri hljóta mjög góða þjónustu til dæmis í hofinu, sem er svona fyrir Já. börn sem er í einhverfu og annað það. Ég bara svona spáði hvort þetta var eitthvað sko greint út frá því að þeir einstaklingar hafa ákveðna þarfir til leiks og alveg saman hvort að það eru unglingar eða yngri iðkendur, þannig ég er svona aðeins að horfa á það. Svo bara hitt varðandi að því ég er nú formaður íbúasamtakanna hérna í íbúum og í þriðja hverfi, varðandi, svo mástu segja með dreifingunum gögnum, ég vil geta kynnt þetta aðeins inn í stjórninu hjá mér bara þannig að fólk vissi af þessu, en ég sjálfsög alltaf ekki að dreifa ykkur sem er ekki ætlast til, þannig að hvort það væri til einhver svona hraðsoðin útgáfa sem mætti fara áfram væri rosalega gott, en ég bara hlusta það sem þið segir, ef þið viljið ekki dreifa þá er það ekki gert, en það hefði verið rosalega gott að hafa stutt útgáfan af þessu einhvern veginn, en bara takk fyrir mig Bili, takk. Algjörlega, sko, en það samt var, Þórólfur kynnti í ráðinu fyrir, já, því að ég heyra að Þórólfur kynnti þessa stefnumörkun og því að þetta er svona nýjasta uppfærslan á stefnumörkun í Klambratúninu, miðað við bara breytingar á Miklabrautinni og miðað við bara þessar þörfið þurfum að stækka hér og þá var bara tekin ákvörðun að þetta er bara hreyfisvæði, ég meina við erum búin að setja hérna sparkvöll, við erum búin að setja hérna klifustein og þetta á vísu eftir að kosta, ég veit ekki hvað marga milljónir, en þú veist, þannig að þetta er svona okkar framtíðarplan sem var unnið fyrir áramót og kynnt fyrir ráðinu og
Þannig að það ekkert neitt leyndarmál, þú veist, ég meina hér Rósagarður, ég meina hér ennþá hverfastöð, þannig að þetta svona, þú veist, þegar að þetta verður tilbúið, þá verður þetta bara algjörlega frábær garður, sko. Varðandi þetta leiksvæði hefur svo sem ekki verið kynnt mikið, það út af því að það hefur ekki fengist fjármagn í það, sérstaklega í það. Og við unnum svo sem þessa tillögu í fyrra og út frá annarri öðru af því að það kemur náttúrulega alltaf þrýstingur náttúrulega líka úr þessu hverfi að fólk vill stækkun, þetta þannig leiksvæði og þetta þannig garður að fólk vill hafa þetta svolítið öðruvísi og já, þannig að það svona, en það allavega við getum allavega gert þetta út frá þessum hugmyndum með því að púsla saman nokkrum hugmyndum og svo ætlaðum bara að segja ykkur að það við svo eftir að uppfylla líka 2 hugmyndir frá því í fyrra, þannig að ég alveg sek í því, en það út af því að ég bara búin að vera svona pínu treg við það að ég vil svolítið að reyna að nýta þetta í heildarhönnunina, heildarskipulagninguna og varðandi Klambraton og Hljómskálann þá þarf þetta svolítið að passa inn í skipulag og heildarskipulag garðsins, sko. En ég held að sé klárlega hægt að við gerum einhverja hafsvæðna eða svona útgáfa af þessari kynningu sem við getum sent á okkur. Það mikið af þessu bara einhver sem var í kosningavefnum. Og ég myndi líka þá vilja hafa Þórólf með og jafnvel aðalhönnun okkar sem þú veist, landslag, Anna Guðnýju og þannig að því að það þú veist, að því að þetta alveg pínu sérstakt svæði, Klambraton, þannig að ég sjálf sem búin að vera hér með framkvæmdina hérna á torginu og allt þetta hér alveg bara síðan 2016, sko. Þannig að þú veist, mér þykir náttúrulega alveg orðið mjög vænt Klambraton. Þannig að þetta alveg búið að vera, þú veist, það er aldrei neitt ár á þess að sé eitthvað í gangi á Klambratoni, sko. Akkurat. Örn búin að biðja orðið, gjörðu svo vel, Örn. Já, takk fyrir kynninguna. Já, takk. Áhugaverðar hugmyndir sem verðu ofan á í þessum íbúakosningum. Þetta vilji íbúar til þess að fá þetta. Ég aðeins bara og ég sagði bara, svo ég nefni það að ég algjörlega sammálaður í sambandi við að sko Klambraton verðmætt svæði og þá þarf að huga vel að heildar ásýnd svæðisins og hugsa frekar heldur en í einhverjum smáhlutum. Bara til þess að rifja upp, þú nefndir 2 verkefni sem hafa ekki verið framkvæmt. Ertu til að segja hvaða verkefni það eru? Já, það var bara sett 2 verkefni sem var sett í bið, það var bara sama, það var niðurgræðan trampólín og endurgerð á leiksvæðinu, þannig að þetta kemur aftur og aftur og þetta fjármagn nýtist bara inn í það, þú veist, nú bara þessar 2 hugmyndir orðnar 2-faldar, þannig að þetta bara nýtist bara inn í þá vinnu. Ég var bara að glemma þessu, bara takk fyrir að rifja þetta upp og takk fyrir að tengja þetta svona heildarásýnd. Já, þannig að ég bara, eins og segja, gott að ég voru ekki með að taka eftir þessu, en já. Við settum við klifursteinin allavega, hann ekki alveg að slá í gegn? Ég frétti það allavega alveg. Það svo mikil notkun á þessu túni allt árið kring. Já, ég veit það. Þetta alveg bara og saman með Hljómskálagarðinn, þú veist, að þegar við vorum með miðbæinn undan, að þetta íbúum mjög mikilvægt og börn og fólk verðum aldrei náttúrulega nýta. Og við erum að fara bara í sömu vinnu varðandi Hljómskálagarðinn og það sem við erum búin að vera að gera í Klambratoni. En það líka bara hjálpar okkur svo mikið að taka þessa fallegu borgargarðinn okkar og innrétta rýmin og þannig að þetta fjármagn bara passa svolítið vel inn í það púsluspil. Þannig að við höfum einhvers konar heildarsýn og svona stefnumörkun fyrir þessa garða. Og við höfum fylgst alveg vel með því á Klambratoninu og fólk náttúrulega tekið þátt í alls konar vinnu í gegnum tíðina að koma svona hugmyndum á framfæri. Eitt sem ég langar að nefna það var varðandi bekkina þegar það voru til dæmis, þú veist, það skipt svo miklu máli fyrir marga að það sé hægt að setjast niður reglulega fólk fyrir í göngutúr, þannig að ef hægt að vinna þetta með svona notendum bekkjana, auðvitað getur öll nota bekkina en sumir bara, þú veist, skiptir þetta algjört lykilatriði þannig að getur bara hreinlega að fara í labbitúr. Algjörlega. Þannig að kannski greina það, ég veit ekki hvernig það gert það með ákveðnum hópum, þú veist, það alveg Við greinum þetta bara í borgarversjóni en þú veist, ég segi,
bara hönnuðirnir okkar og ég vorum ekki bara ekki komin þarna Nei, svona ég bara langt, meina en í framhaldinu, Já, sko. já, við leitum mikið sko í þessum á því að þegar það kom inn bekkjahugmyndir, þá kom inn margar hugmyndir bekki á mismunandi stöðum frá íbúunum. Við lesum þær, síðan erum við líka í sambandi við þjónustumiðstöðvar og félagsmiðstöðvar velfullorðinna. Frábært. Ég var einmitt að hugsa til Já. félagsmiðstöðvanna þarna, af því að Við það er erum algjörlega, hópurinn sem að veit þetta og Já. það voru einhverju bekki sem fóru á Klambratúni já, að einmitt, þegar var verið að breyta síðan stígunum. algjörlega og svo Það náttúrulega skiptir sem máli. koma yfirleitt alltaf bekkir inn í allar hugmyndir hjá okkur, þú veist, það mun fjölga bekkjum þegar við setjum ný dvalarsvæði og bara, þú veist, bara svona sýningur, þú veist, þá það er svona yfirleitt, en eins og segi, þetta var bara eitt af þessu verkefni sem var bara ekki komið lengra, þú veist, sjáu þið hvað ég er að tala, að séra, Nei, við þá sjáum bara, ekki skjáin núna. nei, ok, sjá, Við erum svona að síga í svona lokin á já, tímarammanum okkar. já, en En allt í allavega, lagi, við horfum bara Já. svolítið á skipulagið bara í borgarversjáni, þó sem að sjá það núna. Já. Þó svo að ég var að viðurkenna það er ekki alltaf, þú veist, ef það eru nýframkvæmdir þá er ekki alltaf búið að kortleggja alla bekki, en þið sjáið að hér er nú ansi mikið af bekkjum bara á Kjarvalsstöðum, en ég meina við munum fjölga bekkjum síðan og vantar meira þess að bekkina inn á leiksvæði, séð það bara núna. En það eru bekkir inn á leiksvæðinu, þú veist, þessi 3 og það eru bekki hér og svo munum við, þannig að bekkir eru einhvern veginn alltaf inn í hönnun, sko. En við Ok. varum svo virkilega þakklát að fá ábendingar staðsetningu bekkja, sko. Það var Já, bara mér líst rosa vel að þið frábært, sko. tali við félagsmiðstöðvarinnar. Ég Já. vissum að þau eru alveg með puttan á púlsinu varðandi þetta. Akkurat, Eiríkur Eða samfélagshúsin. já, þið voru búin að fá eitthvað lista af það ekki og svo er ég alltaf að pikka líka úr ábendingavefnum líka, sko. Já. Og þó svo að og það er bara sett á lista og bætt við. Heyrðu, bara gott að heyra og glæsilegt. Já. Takk hérlega fyrir að koma og kynna þetta fyrir okkur og við fylgjumst bara spennt með framkvæmdum. Já, bara Það er æðislegt alltaf mikil gleði þegar bætist og við. ef að þið viljið fá eitthvað svona sérstætt varðandi Klambratún, því að þú veist, mér finnst það líka bara svolítið svona, það er náttúrulega svolítið hjartað í hlíðunum að við þurfum og líka hljómskálagarinn. Við Já, erum svolítið svona algjörlega. aðeins að væri bara fínt að ræða það sér. Og ég Já. veit svo sem að Þórólfur, þegar að stefnumörkunum varðandi hljómskálagarinn verið tilbúið, þá ætlaði hann líka að fara með það og kynna það fyrir ráðinu, sko. Ok, það hljómar bara mjög vel. Já. Herði, en frábært, það Takk. verði fleiri spurningar, en ef, eins og segi, ef það bara vakna einhver aðrar spurningar, bara sendi okkur Eiríki skriflega og bara punkta. Gerum það. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir. Bless. Takk fyrir að koma. Bless, bless. Við þökkum Eiríki og Mörtu kærlega fyrir þessa kynningu og höldum áfram fundi og erum þá komin í annanlega dagskrá sem er vinnutillögur hverfiskipulags í Hlíðum og þetta er aftur á dagskrá hér hjá okkur þar sem þetta er verkefni sem bara er ennþá í gangi og umsagnarfrestur ennþá opinn og hann hefur verið framlengdur núna í nokkur skipti þar sem það stendur til að hafa opinn íbúafund sem er í næstu viku og hefur þurft að fresta nokkur sinnum vegna samkomu takmarkana. En hann er með okkur, hann Ævar Harðarsson, verkefnisstjóri fyrir hverfiskipulagið og takk fyrir að koma Ævar til okkar og þannig að okkur gefst þá kostur á því að heyra eins frá þér Ævar hvernig mál standa og hvernig við vissum að það átti að fara í loftið könnun til íbúa. Það verður gaman að heyra af henni hvort hún er farin í loftið og hvaða atriði það eru sem má spyrja sérstaklega út í og sömuleiðis að heyra hvenær opni fundurinn er fyrir það til dæmis og svo erum við með spurningu frá íbúa í hverfinu. Þannig að svona ýmislegt en ég ætla bara að gefa þér orðið til að byrja með og svo megið þið biðja orðið líka í spjallinu fundagestir og kannski ef einhver væri Sigfús, væri þú til að þú varst að tjekka á Facebook og YouTube, gá hvort það komin spurningar þar?
Já, En góðan gjörðu dag. svo vel, Ævar. Takk. Ég ætla bara, sko, þetta nú, við erum engan hátt. Það eftir eitthvað af athugasemdatímanum, ég skal bara fara svona rólega, svona létt yfir þetta og ætla að bregða hérna upp glærum, ef ég finn það hérna, já. Já, fyrirgefðu, þetta átti að byrja svona, já. Við opnuðum og sjá hvernig var þetta, ég ætlaði. Já, ég ætlaði að segja ykkur það að við erum sem sagt hérna, bara minna á það að við erum að kynna vinnutillögur í Hlíðum og við erum sem sagt, lítum svo á við séum þarna í miðju ferli. Það á sem sagt eftir að vinna úr þeim athugasemdum sem koma við þessar vinnutillögur sem eru þá svona hugmyndir og verða að leyfa íbúum og öðrum hagsmunaaðilum að koma á framfæri athugasemdum og ábendingum það sem betur má fara. Og síðan þá það sem við köllum þriðji fasi sem hefst eftir það og þá hægt að gera enn aftur athugasemdir við þá meira svona tilbúnar og endanlega tillögur, þannig að þetta svona verið að opna á og koma til móts við óskir samráð. Sem sagt, þetta var þannig að við opnuðum kynningarsíðu 19. nóvember á skipulag.reykjavik.is, sérstaklega vinnutillögur hverfiskipulags í Hlíðunum eða Borgarhluta 3 og við opnuðum síðan sýningu á Kjarvalsstöðum 19. sama dag og hún var opin þar í 1 viku og þar stóðum við, ég og mitt fólk, frá svona hádegi og þangað til var lokað alla daga. Nema sunnudaginn vorum við nú heima á hvíldardeginum. Við vorum þarna fimmtudagskvöld fram til klukkan 10 eitt kvöldið og síðan var náttúrulega íbúafundi borgarstjóra sem átti að vera þarna í þessari viku, honum var frestað en nú tímasetningan á honum sögð vera 2. febrúar á Kjarvalsstöðum en ég sko sem gerir mér ekki grein fyrir því hvernig hann lítur út miðað við sóttvarnir og nýjar upplýsingar þar en þar verður borgarstjórinn og við verðum þar og segjum frá þessum helstu vinnutillögum og samráðinu og ef þetta verður mjög takmarkaður fundur út af sóttvarnum þá honum streymt en hún verður allavega streymt sko. Við fórum í 2 hverfisgöngur þarna laugardagsmorguninn 20. Það einhverjir á fundinum sem voru þarna í göngunum, ég tek eftir því, en við höfum sem sagt út af því að íbúafundur borgarstjóra hefur dregist svona og þessar sóttvarnir komið inn og allt það, þá núna búið að framlengja frestinn til 9. janúar, þá erum við aðalega að gefa íbúum tækifæri á því að koma á framfæri athugasemdum eftir fundinn. Þetta þýðir að þetta eru 12 vikna athugasemdafrestur. Þetta alveg ofboðslega mikið. Þetta langt umfram það sem segir þegar við erum til dæmis bara að auglýsa fullgera tillögu. Þetta langt umfram það en þetta bara allt í lagi og endilega hafa þetta bara langt og gott. Við sem stofnuðum kynningarsíðu, hún var aðgengileg meðal annars frá þessari hverfiskipulag.is og síðan þetta Reykjavíkur skipulagssíðunni og það var mikið efni inn á þessari síðu. Heimsóknir hafa allir mér vonbrigðum hvað þessi síða var miklu minna heimsótt heldur en síðurnar í bæði Breiðholti og Háleiti bústöðum. Þannig að þetta ekki mjög mikil, þetta hefur ekki verið mjög mikið skoðað. Hverjar skýringarnar þar veit ég ekki alveg. Þetta var mjög vel auglýst upp
kom í dagblöðum og sjónvarpi og á öllum samfélagsmiðlum. Þessi sýningin, hún var einnig töluvert minna sótt heldur en til dæmis viðburðir og sýningar í hálendi bústöðum. Þátttaka í Hverfisgöngunum var alveg þokkaleg, 80 manns, en það komu bara 140 manns á sýninguna. Það sem sagt, við vorum með athugasemdablöð á sýningunni þar sem fólk gat fyllt út athugasemdir og svo var hægt að fara í gegnum okkar hverfissíðu og senda bara tölvupóst inn með athugasemdum. Sko þegar ég tek stöðun í dag, þá hafum við fengið 6 athugasemdir með tölvupósti og 13 á eyðublöðum á sýningunni. Þetta eru 19, þetta er lítið. En ég ætla að fara aðeins yfir þessi stikkorð. Það er svona flokkum þetta aðeins niður. Það er einhver sem vil fá borgarlínu í stokk, þá gerir ég ráð fyrir að hann vilja hafa umferðan ofanjarðar. Það er verið að tala um fegrun háteksvegar og draga úr umferð, þetta heyrum við oft. Takmarka umferð Miklubraut eftir að stokkurinn kemur. Það verði ekki 4 akreinar þarna, heldur verði þetta samkvæmt planinu þá að vera borgarlína, hún keyrir þarna ofan á og það verða akreinar til þess að sé hægt að komast að og frá húsum og að starfsemi hann við Miklubrautin, en það verður dregið mjög úr umferðinni sem fer ofanjarðar. Svo er íbúi sem sendi hérna póst í gegnum Heimi íbúaráðinu hvort að það var hægt að bústaðaveginn í Stokkum Hlíðar. Þetta hefur nú ekki komið upp og ég efast nú að menn fari að skoða þetta mikið fyrir við erum búin að koma að þessum Miklubrautastokk og Vogastokk í gegn. En þó er hægt að gera heilmikið við bústaðaveginn til þess að bæta aðgengi til dæmis yfir á Öskjuhlíðina. Það er þarna næsti liður stíga á aðgengismál, það eru betri aðgengi fyrir gangandi innan hverfa og það eru svona bent á nokkra staði. Við höfum heyrt þetta mjög lengi að það þurfa að bæta aðgengi sko yfir frá hlíðunum yfir í Öskjuhlíðina. Þarna er verið að tala undirgöng hugsanlega. En það eru möguleika til dæmis við sem við höfum skoðað við Veðurstofahæð til dæmis að gera það vistlok frá Veðurstofahæð yfir á Öskjuhlíðina. Það er verið að spyrja betra aðgengi að Vatnsholti. Ég veit ekki hvort að það er verið að tala um götuna, en ég held að þetta hafi nú verið það að fá betra aðgengi upp á vatnsgeymana. Þeir leiðrétti mig ef það er eitthvað svoleiðis. Það eru þarna einhverjir sem vilja takmarka Airbnb íbúðir, það er allavega einn. Betri grendastöðar með aðstöðu fyrir skiptimarkað. Við vorum að kynna hana grendastöðvar og meðal annars þessar grendastöðu Kjarvalsstöð sem eru þá djúpgámar. Svo er þessi byggingamál. Það er óskað eftir leyfum til að stakka bílskúr og byggja við hér og þar. Það eru íbúar við Lönguhlíð 19 sem vilja ómögulega fá byggingarmagn á lóðina hjá sér. Þeir eru þarna á hornin á Miklubraut og Lönguhlíð. Þessi hugmynd hefur verið inni meðal annars úr Miklubrautarstokkar pælingunum. Það er verið að óska eftir svölum í holtunum, þar að segja á þessu svæði þar sem verkamannabústaðarnir eru, það er Meðalholt, Stórholt og Stangarholt. Það er verið að vinna í því að búa til sérstaka leiðbeiningu svalir sem fyrst og fremst sem öryggisatriði við þessi hús sem eru þarna frá. Þau eru á nokkrum stöðum í borginni, þau eru þarna og þau eru það er svona útgáfa þessum húsum í Norðurmýrinni, þetta er líka í Vesturbæ og við erum að láta útbúa leiðbeiningar þannig að það verði hægt að fara í þessa svona
nútímavæðingu á þessum húsum með svölum og það verða þá skaffaðar lausnir þannig en þetta að því það á að setja hverfisvernd á þetta hús en það verður þá að vera samræmt, það verður þá að fara eftir, þetta verður að því að þetta mjög heildstætt byggð og lítið breyst þarna þá verður það að vera samræmt, en það semst verið að vinna í því. Það einhverju sem telja það verið skuggamyndun af byggð þarna við Miklubraut milli Lönguhlíðar og Skaftahlíðar, það sem norðan við Miklubraut. Þetta nú kannski atriði sem þarf þá að skoða þegar að deiliskipulag fyrir Miklubraut verður gert, af því það verður gert sérstakt deiliskipulag fyrir Miklubraut í stokk, hvort hún fer í stokk eða göng eða hvað. Svo þarna almenningsrými, einhver sem vill gosbrunarstétt á Klambratún. Ég heyrði að það var umræða þarna sko Klambratún á undan Marta var með það. Sko þetta stefnumótun sem þetta skjal, en sko þetta verður þá fest í deiliskipulagi í gegnum hverfisskipulag, þessi stefnumótun þarna, sem felst í þessu skjali sem var verið að vísa í. Við kynntum hugmyndir hundagerði til dæmis á Klambratúni. Við höfum ekki fengið eina einustu athugasemd við það. Þannig það greinilegt að það engir sem á móti því. Þetta ekki hundagerði, heldur hundagarður. Svo þarna einhver sem talar að það sé mikilvægt að það sé góð opin svæði á Veðurstofahæð og þar verði ekki of mikið byggingamagn. Það verður gert sérstakt deiliskipulag fyrir Veðurstofahæð. Kaffihús í hverfinu með sólríkri verönd. Við erum að vona það að þessi hugmynd sem við höfum lagt fram Holtatorg, það að segja torg á bílastæði við Einholt, Skipholt, að þar getur orðið þetta fína kaffihús með sólríkri verönd á torginu. Og svo ég held að vanti þarna inn í þetta salerni á Klambratúni það voru nokkrar athugasemdir sem tengdust því og svo vill fólk hafa lengri sem sagt opnunartíma. Þetta svona stiklað á stóru í þessum athugasemdum sem við höfum fengið. Könnunin, hún nokkurn veginn tilbúin og ætluðum að opna núna á fimmtudaginn svona kynningarsíðu fyrir Laugardal en það búið að fresta því þannig að við setjum þessa kynningu, þessa mapsjónar könnun í loftið í vikunni. Við ætlum að spyrja svona þessi helstu atriði, það virkar á okkur eins og það sé ekkert það miklu minni svona átakaatriði þarna, þetta allt miklu rólegra í hlíðunum heldur en við erum vön, til dæmis úr háaliti bústöðum. Þannig að við ætlum svona bara að spyrja helstu atriði í þessum vinnutölugum, meðal annars þetta torg sem við erum að leggja til á gatnamótum Einholts og Skipholts, hundagerði, byrja aðeins Veðurstofahæðina. Við ætlum nú, sko það í gangi og búin að vera lengi í gangi þessar Miklubrautarhugmyndir, en þetta svona innihaldið í þessu. Sem sagt eftir að kynningunni lýkur þann 9. þá förum við sem sagt formlega í það að vinna úr þessum athugasemdum og förum að undirbúa sem sagt endanlega tillögur sem við vonum að miða við það hvernig þetta hefur gengið, þá vonum við það að við komumst bara mjög fljótt í það að klára endanlega tillögur í hlíðunum og getum lagt það fram nokkuð fljótt. Takk fyrir. Það glæsilegt, Ævar, takk fyrir þetta yfirlit, mjög áhugavert að sjá það sem komið til ykkar og vonandi bara bætist við duglega á lokametrunum. Já. Maður getur orðið værukær ef það of langur frestur. Akkurat. En ég held að það sé nú aðalatriði að bíða eftir þessum fundi, sko.
Já. Og það verður fundur í næstu viku og ég sá í fundabúði sem að við þurfum bara að deila á netinu, mér sýndist þess að vera þetta að setja inn í spurningabóks og leggja inn fyrir þig og ykkur spurningar sem fólk myndi vilja fá svarað á fundinum. Þannig að við bara vekjum athygli á því og sömuleiðis að hvetja fólk til þess að kynna sér þetta og senda inn athugasemdir. Þú varst örugglega að vísa hérna í fyrirspurn sem að kom frá íbúa á samfélagsmiðlum íbúaráðsins frá Sigríði Víðis þar sem hún spyr tvær spurningar hér, ekki alveg klára því hvar hverfisskipulaginu sleppir og Miklabraut í Stokk tekur við. Vilji hjá borgaröld til þess að kanna formulega afstöðu íbúa í Hlíðunum til þess að hluta bústaði fari í Stokk líkt og ein tillagana fyrsta áfanga Miklabrautar í Stokk gerir ráð fyrir. Og hin spurningin hefur verið tekið ákvörðun það hversu margar akreina verða á Miklubraut við Klambratún eftir umferðin sjálf fyrir Stokk. Spyr því afar mikilvægt að minnka sem mest annars vegar það hvernig Miklabraut sker sundur hverfi og hins vegar bústafur. Ég mæli með svo þetta að því við skoðum nú ekki samfélagsmiðla til þess að leita athugasemdum heldur mæli með því að viðkomandi sendi þetta á okkur í tölvupósti og merki þetta athugasemdir vegna vinnutillegna í hverfisskipulagi og spurði þá fer þetta inn í þetta form og svöruðu þessu formlega. Ég skil þig. Ok, ég skal vísa íbúa með það þangað. Þá kemst þetta alveg á réttan stað, sko. Ok. Heyrðu, mjög gott. Eru fleiri sem að vilja kveðja sér orðs eða spyrja Ævar að einhverju? Það íbúi sem að spyrja athugasemdir strengt. Sigurður Úlfarsson þykist vita að Ævar getur nú svarað þessu. Hefur verið rætt að lengja Miklabrautastokkinn og láta hann enda austan við Grensásveg. Viðkomandi segir finnst skrítið að enda við Kringluna bara til þess að stoppa ljósin við Háholtsbraut og aftur við Grensás. Þarna á milli ein hæð með engin hús og eftir vera hlutfallslega lítið mál að framlengja stokkinn í gegnum hólinn. Þá er komin beinn og breiður vegur frá Bauhaus og vestur af BSI. Ævar. Ég get svarað þessu strax. Sko, þetta var skoðað í vinnu forstúdíu á Miklubrautar undirgöngum eða hvað þetta heitir. Nú er ekki einu sinni víst að þetta verið Stokkur, sko. Getur orðið jarðgöng, en það annar mál. En sko, þá var það skoðað að fara með þetta alla leið fram yfir Grensásveg. Í þessari umferð var og það sem fór inn í samgöngusáttmála var þarna austur fyrir Kringlu. Það eru mjög miklir kostir í því að fara með þetta undir Háaleitið. Við reyndar gerðum gallupkönnun í Háaleiti bústaðahverfi og það var ekkert sérstaklega mikill áhugi hjá íbúum þar að fá þetta í Stokk. Þannig að það kom svolítið mikið á óvart. En þetta er í rauninni mjög eðlilegt að skoða þetta og ég veit að það verið að skoða þetta hjá Vegagerðinni. En það liggur engin ákvörðun fyrir. Ok. Nú heyri ég ekki neitt. Við heyrum ekki í þér. Heyrðu þið ekkert sem ég sagði núna? Það er eins og maður hafi ekkert lært á 2 árum. Ok. Takk fyrir Ævar, við fáum að hlusta það aftur í næstu viku á íbúafundinum og hvetjum bara þau sem eru að hlusta og okkur hér að deila á vettvangi íbúasamtakana og foreldrafélagana og sem víðast og vekja líka athygli á því að það er hægt að setja inn þessar spurningar fyrir fundin til ykkar til þess að svara. Og ef það Hvað segirðu? Ég speglir hvort að ég megi fara. Já, kærar þakkir fyrir komuna, Ævar. Bestu takkir. Takk. Takk. Bless, bless. Heyrðu, þá vindum við okkur áfram í næsta lið á dagskrá. Og það skýrsla starfshóps framtíðarskipan skóla- og frístundastarfs
í Hlíðaskóla, Háteisskóla, Austurbæjarskóla og Vörðuskóla og við höfum áður fjallað þetta og fengið kynningu frá þeim Sofíum á skóla- og frístundasviði og vildum bara í rauninni bara setja þetta á dagskrá ef að fólk hefði áhuga á að kveða sér orðs varðandi þetta og mig langaði að segja ykkur að ég heyrði í þeim Sofíunum og fékk þær upplýsingar frá þeim að það þurfti að fresta svona vinnufundi sem að þær hafði fyrirhugað með börnunum í öllum skólunum. Þannig að það verða vinnufundir í mars með börnum og unglingum sem að verður þá bara vonandi að veruleika. Þetta er náttúrulega allt eitthvað svona takmörkunum háð og Hanna, þú varst búin að vera í sambandi við skólana og heyra aðeins frá þeirri vinnu sem þar og kynningu á þessum tillögum. Er það ekki, viltu kannski aðeins leyfa okkur að heyra í því það? Já. Ég náttúrulega í foreldrafélagi Austurbæjarskóla og svo hef ég heyrt líka í foreldrafélagi bæði Hlíðaskóla og Háteisskóla og það var náttúrulega beðið umsögn frá foreldrafélagunum. Þannig að ég veit að til dæmis í Hlíðaskóla og Háteisskóla þá sendu þau út könnun bara svona til að kanna hug foreldra gagnvart þessum tillögum sem að voru settar fram. Í Austurbæjarskóla hefur líka kallað eftir viðbrögðum frá foreldrum og ég held að þá bara eftir að koma í ljós bara hvað kom út úr þessum könnunum og ég held að við eigum að skila fyrir 1. febrúar og það mun öll foreldrafélögin skila umsögn. En ég fékk líka ábendingu að borgin gæti líka, sett sjálf könnun til foreldra, þannig að það sé ekki bara verið að biðja foreldrafélögin að, leitast eftir viðbrögðum og eins að það var kynning fyrir foreldrafélögin og einhverjum fannst að ekki gefa nógu mikill tími fyrir spurningar. Þannig að það sé mikilvægt að sé gefið nægur tími fyrir spurningar og að öllum spurningum sé svarað. Að það eru náttúrulega mjög margar spurningar sem brenna á foreldrum, sérstaklega kannski þeim sem eru hlíðamegin og eru að horfa á vegalengdir. Og það er svona það sem kemur upp, það er staðsetningin, það eru vegalengdir og samgöngumál sem þeim finnst ekki vera svarað, þeim spurningum er ekki verið svarað. En svo er annað mál hvort að fólk sé hrifið af safnskóla eða ekki. Það er örugglega bara alls konar skoðanir á því og mörgum náttúrulega sem finnst þetta mjög spennandi og kannski aðrir sem hafa áhyggjur. Þannig já. En ég er líka, ég er mjög spennt líka að heyra hvað börnunum finnst og ég held að það sé mjög mikilvægt að taka þau inn í umræðina og kanna bæði hvað foreldrum finnst þetta og líka hvað börnunum sjálfum finnst. Nákvæmlega. Takk Hanna fyrir þetta og gott að það verði að rýna þetta vel. Áður en ég gef þér orðið, Örn, þú varst búin að biðja orðið, þá langar bara að skjóta eins sem ég gleymdi að segja áðan og það er að það er hvetja fólk til að setja inn í umsagnirnar allar spurningar sem fólk kann að hafa. Þannig að inn í umsagna mega fara vangaveltur og opna spurningar varðandi það sem að fólk finnst þau ekki fá svör við í tillögunum sjálfum. Og þeim verður svarað. Það er fresturinn er einmitt núna 1. febrúar og svo hafa þau heila mánuð til þess að fara yfir og svara umsagnaraðilunum og svo verður farið í vinnufundin með börnunum í kjölfarið. Þannig að það er ekki þannig að öllum spurningum eigi að vera svara núna. Þannig að þú kannski gæti komið á framfæri til þeirra. Það nefndu það sérstaklega að það væri bara mjög vel þegið að í umsóknunum væru spurningar og vangaveltur. Þannig að vildi bara nefna það strax. En Örn er búin að biðja orðið og Sigfús, gjörðu svo vel. Fyrst Örn. Ég er bara aðeins að hugsa þessar hugmyndir sem við erum að ræða núna í sambandi við Vörðuskóla sem hvernig við getum nýtt hann að ágætt að fá að heyra þessar ábendingar og þér Hanna að fólki finnst það hafi ekki fengið að eiga nægilega gott samtal við þá sem voru að kynna þetta
Ég man að þetta hefði alveg mátt vera lengri fundur. Ég er bara að velta fyrir mig hvort það var ekki hægt að stinga upp á því að þessi foreldrafélög sendu fína fulltrúa sem hefðu þá hugmyndir hvaða skoðanir væri í gangi og þetta skipta skoðanir, en allavega eftir hverju væri helst verið að leita eftir svörum við spurningum til fundar við þessa aðila sem þarna voru í hópnum. Ég held að það væri miklu hnitmiðar á skilvirkara samtali. Ég skil það að það þurfa að eiga sér stað þetta samtal, var ekki hvort það var út af tímaræki eða hvað það var sem að þetta náðist ekki að ræða þetta onni í kjölunni eða eins og allir vildu verið það. Þannig að bara kasta því inn í hópinn hérna, hvort að við getum hlutast til að foreldrafélögin fá að senda fulltrúa inn í þennan hóp til skrásvara að gera. Takk. Já, ég held að það sé mjög góð hugmynd, sko. Ég held bara að því meira samtal, því betra við foreldra. Það er spurning, þið eruð í skóla- og frístundaráði, Örn og Diljá, er þetta eitthvað sem að þið myndu geta borið upp og kanna það? Náttúrulega umsagnarfresturinn er að renna út bara eftir tæpa viku eða rúma viku. Nei, 2050. Já. Við vorum að klára fund áðan, þá næst eftir 2 vikur eða 3. Ég heldur reyndar að ráðið þurfum ekki að koma saman til þess að taka svona ákvörðun. Heldur væri það bara einfaldur tölvupóstur til til þessara aðila. Ég veit að Sofía Vax og Sofía Páls eru örugglega tilbúnar til þess að gefa sér góðan tíma til að ræða við ykkur. Þannig að ég held að það sé ekki mikið flóknara það og því því betra. Þetta þarf ekki að fara í gegnum ferlið eða kerfið. Heldur þetta bara einfaldlega að það sé beðið að eiga dýpra samtal þessa valkosti og það sé einhverjir tilgreindir að þessum 3 skólum sem þarna ræðir. Þetta þarf ekki að fara fyrir ráðið, segi ég. Kannski þið takið það bara áfram hana frá foreldrafélögunum og óskið eftir því ef þið viljið. Já, ég get haft samband við foreldrafélögin og óskað þá eftir fundi með Sofíunum 2. Já. Ok. Ef það er það sem að ykkur hugnast. Við skulum kanna það. Okay. Ég held að það sé bara mjög góð leið og ætti að vera auðsótt. Ég held að það sé allir sammála það að samtal og upplýsingaflæði sé að vinna góða. Algjörlega, og ég veit að það eru alveg boðnar og búnar að svara spurningum varðandi þetta. Heyrðu, Sigfús, varst bara að biðja að gera svo vel? Já, takk. Mér finnst að þetta málum það búið að vera svona ongoing núna í einhverja mánuði og hluti af því náttúrulega búið að vera svona formúluferli og annað í einhverju svona umræðuferli og ég veit að þessi stýrihópur vann þetta. Nú komu það 2 Sofíur á fund og það voru sett á fram spurningar sem komið bæði til þess frá okkur sem skipum stjórn íbúasamtakanna og mér finnst svolítið undarlegt að íbúasamtakunum sé einhverju megin sé ekki boðið að þessu í einhverju formúlu hætti þá vegna þess að þú getur verið íbúi hverjum og allir eru verið íbúi en þú átt kannski ekki akkurat barn núna þannig að þú átt ekki aðgengi gegnum foreldrafélagið en þú munt kannski eiga barn eftir svo mörg ár eða þú átt barn sem 2 ára, þú ert kannski foreldrafélagið Barðborgar eða leikskóla sín miðborginni en þú ert ekki barn, þú ert ekki aðili gegnum málið að þú ert ekki í foreldrafélagið viðkomandi skóla. Þannig að mér svona það einhvern veginn þurfa að skoða hvort að við getum komið sem íbúasamtökum að þá sem áheyrnarfulltrúi eða hvernig óformlega hvernig þetta er þannig að þar sé kannski fólk eitthvað vettvangur. En hitt kannski annað sem að það voru settar fram spurningar þegar það komu, Sofía, og mér finnst einhvern veginn þurfa milestone ferlið betur þannig að komu fram spurningar og áhyggjur á samgöngumálum réttilega kannski einhverju mætti en þetta svarað hvar það stendur þannig að svo bara tekin ákvörðun og spurningum þá bara svarað í einhvern veginn en mér svona aðeins vantur bara þessi gert í einhverjum svona milliskrifum þannig að það er spurning sem komna fram það sé annað típum farið við, það sé skoða við sem við og meita þannig að mér myndist einhvern veginn hvernig getum komið því til eða takk. Já, takk. Er ekki máli bara þið í íbúasamtökunum sendið á skóla- og frístundasvið og
Ég veit að þið hafið hugsað ykkur að gefa umsögn það ekki í íbúasamtökunum, Sigfús? Jú, við ætlum að stjórnin áttu að koma saman og koma frá sér í umsögn og hvort að það verður þá áframhaldandi ýtt undir þær spurningar sem komnar hafa fram nú þegar og þá þetta varðandi aðildina málinu. Þannig að ég velti því, ég kemur ekki óvart að það kemur fram í slíkur umsögn. Jú. Já, ég hvet ykkur bara til þess að hafa samband íbúasamtökin og geti það svona gert það bara í sameiginlegu og óska eftir því. Já, og svo verður sem minni þegar það kom á fundin, ég er reynda búin að setja 2 fundi þarna með þeim, fyrst með foreldrafélögunum og það voru mitt samgöngurnar til umræðu og er ekki nýtt á því í tillögunum að það sé algjörlega eitthvað atriði sem að verður útfært og skoða þegar ef að þessu verður. Þú veist að það verði fundnar lausnir til þess að tryggja samgöngur þarna á milli ef að verður. Jú, það var orðað þannig en sko einhverju útfærslur, frekari hugmyndavinna, aðkoma, frekari tillögur vantaði kannski en svörin voru vissulega í þá átt, það er rétt. Já, en bara ég veit allavega nýttar sérstaklega á því að þær vilja fá spurningar, athugasemdir, ábendingar allt inn í umsagnir frá öllum tilægjandi, þannig að það er bara mjög gott. Og þarna er Heimir að varpa upp úr tillögunum, rýna þar samgöngu, hvernig færi strætófallaþjónustu við nemendur sem komur þessum hverfum og kanna möguleika þörf fyrir annars konar samgöngubætur. Ljóst er að nemendur þurfa að fara mislangan veg og yfir misfjölfarnar götur ef breyta á skólahverfum, til dæmis með nýjum unglingaskóla. Þannig að þetta er ávarpa þarna og væntanlega þá verður það eitthvað sem verður kannað þegar fyrir liggur hvernig á að útfæra þetta. En algjörlega mjög mikilvægt. Við vitum það öll sem eigum börn sem þurfa að komast á milli. En við förum bráðlega svona að halda áfram fundi. Ég er að velta fyrir mér að umsagnarfresturinn núna eftir núna 1. febrúar, er það ekki? Frekar en 1. febrúar. Hvort að við rúllum ekki bara á milli okkar atriðum í umsögnina frá íbúðaráðinu núna næstu dögum og göngum frá því á milli funda. Og ég til að taka af mér að leiða það og í samráði við ykkur. Er það eitthvað sem að hugnast ykkur? Það er lukkast að geta enga til þannig að bara halda því áfram. Já, takk fyrir það. Heimir, getur þú fært það til bókar? Já. Það hefðbundnu orðalagi. Þessari lendingu. Það komið þumlar, við sjáum þumla frá öllum nema Jóni. Yes. Jón, þú ert samþykkur því að ráðið gerir tilefni til að sameinast umsögn Vörðuskóla og skólahverfin. Já, sammála. Herðu, ég færi til bókar. Takk fyrir. Þá höldum við áfram fundi og förum í næsta mál á dagskrá sem er erindi íbúa í hverjum yfirborðsfrágang í Norðumýri. Og þetta erindi barst frá, ég ætla að laga skjáin hjá mér. Frá henni Móeiði Helgu Huldudóttur Óbell yfirborðsfrágang í Norðumýri og hún spyr hvort að íbúaráðið gæti verið tengileg við borgina að beita sig fyrir því að taka Norðumýrin í gegn. Gangstéttar í hverfinu eru mjög lúnar og víða brotnar. Þetta hverfi hefur ákveðna sérstöðu í borgarmyndinni og er frágangur yfirborðs í hverfinu ekki til sóma. Hér væri hægt að gera hverfinu hátt undir höfði og draga fram sérstöðu þess með fallegum yfirborðsfrágangi. Hvað segir það? Og ég var búin að vera í sambandi við Móheiði og láta hana vita myndum taka þetta á dagskrá hjá ráðinu. Og mér finnst svona liggja bara vel við að við sendum fyrirspurninu umhverfis og skipulagssjóð og spurjum hvort þetta sé á áætlun fyrir bara á þessu ári eða á næstunni, hvort þetta sé svona kortlagt og liggi einhvers staðar fyrir hvort og hvenær að fara í það. Og svo að sjálfsögðu munum við líka liggur fyrir okkur þegar líða fer á vorið að fara yfir fjárfestingu og viðhaldsáætlun í hverfunum. Þannig að við getum haft þetta líka í huga varðandi það. Er einhver sem að vill taka til máls hér?
Ég bara fagna þessari ábendingu eða tillögum. Mér finnst við að þurfa að koma frá því þetta sannarlega viðkomandi hefur lög að mæla bara og þetta talaði bara íbúi í hverfinu. Takk. Já, akkurat. Eigum við þá ekki bara óska eftir upplýsingum frá umhverfisskipulagssviði hvort þetta liggur fyrir að fara í þessar fara í yfirborðsfrágang í Norðmýra hverfinu. Fá upplýsingar það. Mér sýnist að fólki lítist vel á það, þannig að Heimir, getið þú sendt fyrir okkur fyrirspurn varðandi þetta mál? Yes. Ég rissa bara upp fyrirspurn og ég legg hann undir ykkur í með hliðsjón af þessu erindi. Já. Fyrir ykkur lokfundar. Ok, kæra þakki fyrir það. Við heldum þá áfram dagskrá og erum komin að umsögn Borgarsuðursafns Reykjavík vegna minni á sjómannaskólareits sem lagt hér fram og við kannski opnum bæði eins að sjáum erindið frá hóp sem heitir Vinir Saltfiskmóans. Það verið dugleg að vekja athygli á þessum menningarminjum sem þarna eru í hverfinu okkar við hliðina á Háteigskirkju og erindið var sendt til umhverfis- og skipulagssviðs og kom á borð til okkar fyrir einhverju síðan og örugglega hefur það nú komið til fleiri aðila í borgarkerfinu og það var sem sagt sent Minjastofnunar Borgarstjórnar og umhverfis- og samgöngumiðstöðvar Reykjavíkurborgar og við fengum þetta líka til okkar og við ætlum þá að opna þá svarið sem barst frá og umsögn Borgarsuðursafns Reykjavíkur vegna minni á sjómannaskólareit og þar er þetta svarið frá þeim íbúasamtökum Vinir Saltfiskmóans hafi vakið athygli á því að væntanlega framkvæmdir á sjómannaskólareit sem tilheyra gatnagerð, lögnum og sýndar í útboðsgögnum vegna framkvæmdanna stangast á við samþykkta hverfisvernd menningarminja stakkstæðis á svæðinu eins og sýnt á samþykktu skipulagi svæðisins frá 13. febrúar 2020 eru menningarminjar afmörkuð reit nyrst á skipulagssvæðinu sjá skipulagsuppdrátt mynd 1 og við sjáum þarna uppdráttinn og þarna eru hlekkir og ýmis útboðsgögn og deiliskipulag og þarna segir skilgreint verndarsvæði menningarminjanna er ekki afmarkað umræddum útboðsgögnum og 2 skýringarmyndum er framkvæmdasvæði skilgreint innan hverfisverndarsvæðis og helgunreits menningarminjanna og sem má kynna sér í umræddum útboðslýsingum og þetta bara svo ef einhver er að hlusta þá mun þetta sjálfsög fylgja fundargerð fundarins að honum loknum þannig að fólk getur kynnt sér þetta nánar að því við erum ekki að staldra kannski lengi við og nú þegar komið hefur í ljós að framkvæmdir eru áætlaðar innan og við helgunarreit og hverfisverndarsvæði menningarminjanna vill Borgarsuðursafn mælast til þess að gerð verði grein fyrir þessari verndun í öllu upplýsingarefni framkvæmdirnar og að útlínur helgunarreits og hverfisverndarsvæðis verði dregnar inn á og teikningar og uppdrætti vegna framkvæmdanna. Auk þess er mikilvægt að áður en til framkvæmdanna kemur verði minjarnar girtar af og merktar. Þannig má koma í veg fyrir að slys verði á minjasvæðinu og helgunarsvæði þess á meðan á framkvæmdu stendur. Þannig þetta er bara ákaflega gott og þetta er komið ákaflega gott framtak hjá vinum Saltfiskmóans og því hefur greinilega verið vel tekið og þegar að Heimir, má ekki upplýsa þú kannaðir fyrir okkur hvernig á málum hefði verið tekið í kjölfar þessarar umsagnar? Já, þú ert með þær upplýsingar, það er ekki því fyrst að upplýsa það. Já, og þannig að þegar þessi umsögn Borgarsuðursafnsins kemur þá forvitnast Heimir hvernig málið hefði farið og fékk upplýsingar að fulltrúar hjá umhverfis- og skipulagssviði, hjá Veitum, OR og Borgarsuðursafn hefði fundað í kjölfar umsagnar Borgarsuðursafns og niðurstaða fundarins var að friðað stakkstæðið á sjómannaskólareit verður girt af með vinnustaðagirðingum 10 metra frá sýnilegum minjum eða eins og svæðið er afmarkað á skipulagsuppdrætti. Með því er áætlað að koma megi í veg fyrir umferð tækja á friðaða svæðinu. Þannig að þetta er, eftir þessu umsögn þá hefur þetta verið sett bara inn í allt framkvæmda ferlið. Þannig að er einhver sem vill, já, Örn vill fá orðið hérna girðingum svæðið, gjör svo vel. Ég bara er að vísa í það sem við vorum að fá sent á hann.
það sem varst að lesa upp 10 metra frá sýnilegum hverfisvöndum, það væri kannski betra að fá, það er ekki teiknað með skýrum hætti, hvað girðingin á að liggja. Mér finnst þetta einhvern veginn, sko, ef maður horfir á, svo kann það að vera að þetta sé einhver misskilningur hjá mér eða einhverjum fleirum að skýringarmyndir sem við fengum að senda áðan, hverfisvöndin sem þar er að ef það er merkt 10 metra frá því að þá kannski erum við komin aðeins út fyrir inn á framkvæmdasvæði. Þannig að það væri bara fínt að fá miklu skýrari línur nákvæmlega hvernig girðingin á að vera, hvar hún á að vera, þannig að íbúar í nágrenninu eða þeir sem hafa látið sig þetta svæði varða geta að fara að skoða það nákvæmlega. Þannig að það sé engin vafi hvernig þetta verður girt af. 10 metra frá hverfisvönd, ég er ekki alveg að sjá hvernig það virkar á þessum teikningu sem við fengum núna rétt á. Takk. Við getum já, takk. Þannig að óskarinn eftir upplýsingum hvernig svæði verði girt af og betri teikningu af því. Við getum alveg óskað eftir því. Nákvæmari lýsingu á hvar girðing vegna framkvæmda eigi þar að liggja. Já. Heimir, nótarðu þetta? Já, ég nótar þetta hjá mér. Og við óskum eftir því. Og Sigfús hefur líka beðið að gjörðu svo vel. Já, takk. Ég bara fagna þessu og þetta sé viðmóti frá þessum samtökum og þeir sem vildu standa vörð þessar minjar og greinilegt að þetta var heitt mál fyrir að verða 4 árum. Þetta var rætt undanfara síðustu borgarstjórnarkosninga og fylgist sérstaklega með og mér þykir bara glæsilegt að sjá að það er tekið á móts við þessum ábendingum og borgin allavega bregst sannarlega rétt við að þessi stofnun miskusti, þannig ég bara fagna því, bara sem formaður íbúðarsamtaka, fagna ég því að þetta er virkt samtal og það tekið eftir því sem óskað eftir af íbúðum. Takk. Já, takk fyrir það, Sigfús. Má taka undir það. Það var ekki fleiri beðið orðu þennan lið, þannig að Heimir mun upplýsa okkur þegar hann fær svar þetta og íbúaráðið getur þá fleytt heim upplýsingum áfram. Þá höldum við áfram dagskrá fundar þar sem og förum í næsta lið sem er vetrarþjónusta Reykjavíkurborgar í hverfunum. Og Heimir, þú ætlar að sýna okkur það, eða ekki? Jú, mér var falið að gera það af umhverfis- og skipulagssviði og lét með fylgja hér fundagögnum hlekki á upplýsingar þessa þjónustu. Hérna er í fyrsta lagi upplýsingasíða hvernig staðið er að þessu snjómokstri og hálkuvörnum. Í fyrsta lagi segir hérna koma oft spurningur hvenær gatan mín mokuð, en hins vegar er það þannig að íbúðagötur eru hreinsaðar ef þær eru þungbærar einkabílum, mikil hálka eða snjódýpt meira en 15 cm. Þannig að annars eru þessar götur ekki hreinsaðar. Þannig er þjónustan nú. Varðandi forgangsröðunina, þá er það stofnbraut í strætólegra fjölfarnarsambandi, það er njóta forgangs og með við þessu og strætólegur séu færa kl. 7 á morgni á aðrar megin umferðargötur hreinsun á þeim séu lokið kl. 8. Ef við förum í þetta, að sjá þetta á borgarversjóni, þá er þetta sem sagt forgangsröðunin eins og lítur út. Hérna er hlekkurinn á borgarversjó, þá sjáum við þessar lituðu götur hér. Ef við sjáum hvar ég með músina hérna yfir þessum punktum og strikum, þá er það ítir maður þangað til að fá stýringar á þessum litum. Þá er þessi bláu línur, þá tákna þær sem sagt þær götur sem eiga að vera auðar fyrir kl. 8 á morgni, fyrir kl. 7 á morgni, en þá er náttúrulega miðað við að það hafi snjóað nóttina. Það er efstar í forgangi. Þær grænu eiga að vera hreinsaðar kl. 8 og þá eru þessar hvítu þessar íbúagötur sem eru að jafnaði ekki hreinsaðar nema að sé
nema í tilteknum aðstæðum. Ef við förum í sem sagt, stígana, þá það þannig að stoppstígar, svo sem göngu- og hjólastígar milli borgarhluta fá forgang hreinsun. Síðan farið helstu gönguleiðir af strætómiðstöðvum og skólum sem eiga að vera greiðfærar fyrir klukkan 8. Aðrir almennir stígar eiga að klárast fyrir hádegi og 36 tímum síðar eða daginn eftir að snjór hættir að falla hægt að ljúka hreinsun á öðrum stígum. Borgarvefsjáin sýnir einnig svona myndrænt þessa þjónustu. Hérna poppa upp alls konar litir. Þá aftur ýtt á þennan hnapp hér, sína skýringar. Þá það stoppleiðir, snjósum sem sé lokið fyrir 7:30, rauðu leiðirnar meðal annars í skóla fyrir klukkan 8, bláu fyrir 12 og svo framvegis. Svo veit ég einnig að þeir sem halda þessari þjónustu hjá borginni, þeir taka glaðir við ábendingum þessa þjónustu og þarna einnig að finna ýmsar aðrar upplýsingar. Það þá bara í gegnum ábendingar við borgarina sem að það fer? Já. Og svo vísa þarna? Þið sjáu ábendingar hérna. Eða einfaldlega þjónustuverið því komið að framfæri. Svo vil ég benda ykkur einnig, þá þetta svona hávísindilegt ítarefni hérna, þjónustuhandbók varðandi þessa vetrarþjónustu. Hann að finna hér og einnig í hlekk á skjalinu sem ég liggur fyrir fundirum. Þetta svona það sem ég vildi koma á framfæri varðandi þetta. Já, takk kærlega fyrir það. Þetta bara mjög skýrt og greinilega þetta ekki partur af nýja vefnum sem að fara í lofti þessa dagana? Við vorum að horfa á nýja vefinn. Þessar upplýsingar voru svo sem allar á gamla vefnum og borgarvefsjáin hefur verið við lýði í einhvern tíma. Sama gamla borgarvefsjáin. Já. Einhver sem vill spyrja hér eða taka til máls? Þá bara þökkum við kærlega fyrir og vekjum athygli á þessu fyrir fólk sem vill fylgjast með snjóruðningi. Og þá höldum við áfram dagskrá erum komin á lið 7 og næstu 2 liðir eru umsagnir sem að við höfum afgreitt á milli funda en eru hér til afgreiðslu. Bremsaði örlítið af. Jú, endilega. Það bara Sigurður Viktor aftur að spyrja í athugasemd við streymið. Já. Ein spurning viti af hverju hópurinn, starfshópurinn með vörðuskóla og skólamálinn í hverfinu ykkar sleppti að skoða hús menntavísindasviðs við Stakkahlíð. Þær komu inn á þetta Soffíurnar á fundunum, ég man ekki nákvæmlega hverju voru ástæðurnar þar að baki. Sko ég man eftir að þetta kom upp á fundunum og þá svona, þú veist, auðvitað maður að vísa í mál einhvers annars að þeirra verkefni var að skoða vörðuskóla og kannski getið þið svara betur innan frá skólafrístund. Verkefni var að skoða vörðuskóla en þær í rauninni bara báðu fólk ef að það vildi óska eftir að það yrði fjallað þann möguleika, þess yrði bara getið í umsögnum. Ég skal kannski grípa hann á bolta. Já, fyrirgefðu. Allt góðu, gjör svo vel, þú ert í skólafrístund. Takk. Það rétt að þessi spurning kom fram á einhverju fundi og við tölum líka þetta í hverfisgöngunni og þá eins og þú nefnir Margrét var þeim falið Soffíunum og þessum vinnuhópi falið að skoða vörðuskóla sérstaklega og þá má ekki gleyma því að Reykjavíkurborg eigandi að vörðuskóla. Hins vegar ákvörðun að flytja
menntavísindasviðið úr Skaftahlíð, tiltölulega ný og var held ég bara rauninni að gerast þessa daga þar sem að þessi spurning var poppað upp og það er auðvitað ríki sem á þá byggingu. En mér finnst það bara að eiga fullt erindi mitt í þetta samtal sem framundan og ekki síður sko hérna inn í skólafrýstarráð að skoða fleiri valkosti og möguleika heldur en færri. Þannig að það er bara fínt að fá þessu spurningu. Ég kem allavega til með og við vantarlega í skólafrýstarráði til þess að skoða hana hérna áfram en það var ágætt að íbúðarráðin og foreldrafélögin hefði þetta líka í huga. En þetta var skýringin, það var að því að vörðuskóli var til skoðunar og kennaraháskólahúsnæði var ekki komið inn í ekki hérna laust þá og síðan er það ekki í okkar eigu. Takk. Já, takk Örn. Er eitthvað fleira inn á vefnum, Heimir? Takk fyrir að standa vaktina þar. Ég reynir mitt besta, ekki beina spurningar. Ok. En hérna, það er bara flott að fólk er að hlusta og fylgjast með og við hvetjum ykkur til þess að hafa samband við ykkar foreldrafélag ef þið eru partur af skólasamfélaginu með ykkar spurningar og þið ætlið að foreldrafélaginu ætla að kanna með fund með skólafrístundasviði. Heyrðu, þá höldum við áfram og næstu 2 dagskrárliðir eru að bera upp til atkvæðagreiðslu eða til afgreiðslu 2 umsagnir sem við höfum sent núna milli funda og fyrri umsögnin er tillögu að breytingu á deiliskipulagi á Hlíðarenda reitir GH&I og þar er umsóknin okkar á þessa leið íbúar að óskar eftir athugaverði hjá íbúum á Hlíðarenda hvað álit þau hafa á því að byggt verða á fyrirhuguðu grænu svæði reit I. Þarna er að ræða sameiginlegt grænt svæði og íbúum í hverfinu og því má leiða líkur að því að íbúar vilja halda í grænt svæði þarna til sameiginlegra afnota. Íbúar vill að það veri athugað með formlegum hætti umfram það sem gert hefur verið í þessu ferli hjá íbúum í hverfinu áður en tekið verður ákvörðun að byggja á græna reitnum I. Íbúar hnykkir á að fjölgun íbúa þarf að vera í takt við framboð á skólahúsnæði og aðra nauðsynlega grunnþjónustu og mikilvægt að það liggi fyrir áætlanir það samhliða uppbyggingu. Og þetta er þá borið hér upp formlega til atkvæðagreiðslu. Og fólk gefur merki sem samþykkt er. Og hérna, Jón, fæ ég... Já, Jón samþykkir, þið heyrið það? Já, takk fyrir, þá skoðast það samþykkt og við förum í næsta lið sem er önnur umsögn sem við unnum á milli funda og það er umsögn íbúarráðs miðborgar og Hlíða stefnudrög atvinnu og nýsköpunarstefnu Reykjavíkurborg til ársins 2030. Og er mikilvægt að ég lesi þetta allt upp eða ég stikla stóru í atriðin, hvað er svona form, við erum náttúrulega búin að samþykkja þetta áður bara og hvað segir þú Heimir, hvað er prótókollið? Það er bara, hvað vill ráðið, þessi gögn hafa legið fyrir og þið náttúrulega komist að samkomulagi um þetta sjálf, eins og ég skil þetta, þess að gögn hafa legið fyrir í Er einhver sem vill að ég lesi upp, annars liggur þetta fyrir út með fundugögnum? Ok, það er fólk hefur óskað eftir því að þetta verði ekki lesið upp. Þannig að þetta fylgir að sjálfsögðu öllum fundargögnum og þetta er sama umsögn og við samþykktum í tölvupóstum okkar á milli funda en þannig ég ber umsögnina hér upp til atkvæðagreiðslu og gefið til kynna að þið samþykkið hana. Og Sigfús, við sjáum þig ekki. Ég er búin að sjá Sigfús samþykkir og þá ætlum ég að beða Heimi athuga hjá Jóni. Jón, fæ ég að heyra aftur í þér? Já, ég samþykki. Yes, hann samþykkir. Já, takk fyrir þetta. Það er svona nokkrar vittir í þessum fundi hérna. Vann að leysa þið, sko. Já, nákvæmlega. Þá er komið að liðnum málefni hverfisins sem að ég hef ekki fengið fleira á mitt borð. Er eitthvað inni á
á vefnum? Margrét, ég var spurð hvort það væri eitthvað að frétta af Hverfisgötu, gönguljósunum. Já, Fáum við einmitt. eitthvað svar við því? Það fór frá okkur það ekki á desemberfundinum. Eða var það nóvemberfundurinn? Manstu það? Það var annarkvort, Bara. ég á bara fastlega vona því að það sé á leiðinni. Við skulum, Ok. ef það fer ekki að berast, þá skulum við minna á það Ok. og óska eftir svörum. Það er ekkert við á YouTube í það minnsta. Nei, þá bara höldum við, förum við núna bráðum úr opinni dagskrá fundarins sem sendur út í beinni útsendingu yfir í að taka fyrir styrkumsóknir sem berast til ráðsins og kannski bara ágætt að upplýsa það að íbúaráðið hefur á hverju ári úr ákveðinni upphæð að spila og Heimir, þú varst að senda mér upphæðina og upphæðin endurnýjast hver áramót. 2,8 milljónir. 2,8 sem skiptist á milli hverfanna. Já, og þannig að við bara hvetjum fólk til þess að senda okkur styrkumsóknir í Hverfisjóð. Það er allar upplýsingar hann á netinu, þið skrifið bara til dæmis Hverfisjóður inn á reykjavík.is. Þá sjáum við þar kríteríuna hvaða verkefni geta sótt í sjóðinn. Þannig að við hvetjum ykkur til þess að sækja Og þá förum við yfir í lokaða dagskrá fundarins sem að fara yfir styrkumsókn og þannig að við förum bráðum á loftinu og hvetjum ykkur líka sem að hlusta til þess að endilega senda okkur erindi. Getið sendt okkur á hvort sem það á ráðsfólk eða á íbúaráð.miðborgarhlíðar@reykjavík.is.